Komið þá blessuð og sæl og velkomin til Guðsþjónustu hér í kvöld í Lindakirkju. Þetta síðasti dagur kirkju ársins. En það eiginlega ekki alveg það sama og almanaksárið. Það að segja kirkju ár nýtt, það hefst alltaf á fyrsta sunnudegi aðventu. Og hinn gamla hefð, kirkjulega hefð var að á aðventunni þá var maður aðeins að horfa inn og gera tiltekt í hjarta sínu áður en að maður tekur á móti Guði á jólunum. Og textarnir eru þesslega stundum svolítið skrítin á þessum tíma og textin í dag dálítið rosalegur sko. Svona eiginlega dómsdagstexti, ekki til í það. En enga síður líka mjög fallegur á margan hátt, en við skulum hefja þessa stund formlega á því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við saman með upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og þá, þeir sem auðvelt með, rísum við öllu sætum og ég segi dýr sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðum og velþóknun yfir mönnum. Svo syngjum við saman dýrðarsöng. Lofar
Fyrri ritningarlesturinn stendur skrifaður í bók Jesaja spámanns. Og yfirskriftin nýr himinn og ný jörð. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra verður ekki minnst framar, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævinlega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég geri Jerúsalem að fögnuði og íbúa hennar að gleði. Ég mun gleðjast yfir Jerúsalem og fagna yfir þjóðminni, þar mun aldrei framar heyrast grátur og kvein. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo les ég líka úr Rómverjabréfinu, en þar skrifar apóstolinn: Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin hneppt í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hann sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leyst úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans, einnig með sjálfum okkur, meðan við bíðum þeirrar stöðu Guðsbarna sem í vændum, með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, bíðum við þess með þolinmæði. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá bið ég ykkur á nýjan leik að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað hefur Guðspjallamaðurinn Matteus. En þar segir: Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum
og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri: komið þér sem faðir minn á og blessar, og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllun heims. Því að hungraður var ég og þið gáfuð mér að eta. Þyrstur var ég og þið gáfuð mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakinn og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttlætu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim: sannlega segi ég ykkur, allt sem þér gerðuð einum mínum minnsta bræðra hafið þér og gert mér. Og síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Því að hungraður var ég en þið gáfu mér ekki að eta. Þyrstur var ég en þið gáfu mér ekki að drekka. Gestur var ég en þér hýstuð mig ekki. Nakinn en þér klædduð mig ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi og ekki vitjuð þér mín. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Skulum játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprísu mannsins og eilíft líf. Amen. Já, og þessi texti sem við heyrðum áðan, hann fjallar meðal annars það að við eigum að sjá Guð í náunganum. Þess vegna völdum við þetta lag sem var undan þegar lítið liðinn tíma, sem er hvött til að hugga þá sem eru sjúk, og lagið sem við heyrum núna er líka að sjá Guð í náunganum. Er ég leitaði vinar, varst þú þar? Engu
Já, textin í kvöld, hann fjallar svolítið það að við þurfum að gera skil á endanum. Og vers vikunnar sem tengist þessum texta fjallar að öll þurfum við að standa skil á okkur frammi fyrir dómstóli Krists, sagt. Og þessi hugsun trúarinnar getur stundum hrætt mann til ótta eða gert mann svolítið skelkaðan, en það samt ekki þangað sem við eigum fyrst og fremst að horfa, heldur á miskunnsemi Guðs, en bara það að hafa þessa skynjun að við getum bara ekki gert hvað sem skiptir heilmiklu máli. Ég var daginn að spjalla við mann sem hafði svolítið mikil áhrif á mig þegar ég var yngri. Hann kom að ræðuliði þegar ég var í menntaskóla og var að þjálfa annað lið, en hann var að lýsa því fyrir mér að trú hefði hjálpað honum í lífinu. Og það hefði ekki alltaf verið þannig, hann hefði ákveðið svona guðlausa afstöðu á tímabili, en svo sagði hann, en svo finn ég hvað miklu betra eftir ég fann að Guð með í lífi mínu, að bæði vita að ég þarf að standa skil á einhverju og það sé yfir mér vakað. Og þessi augu sem ég sett hérna upp, þau eru til að minna okkur á það sem kallað í sálfræði eye watching impact. Og það virkar sem þannig að það nóg, og það eru margar rannsóknir búin að sýna það nóg að setja einhver svona augu, að þá fólk miklu heiðarlegra. Það að segja, það hafa listasöfn og söfn prófa þetta sem kostar ekkert inn, en sagt við erum þakklátt fyrir öll sem að gefa til okkar, og ef það bara settu texti, þá kemur miklu minna en ef það settu texti og augu. Og það var líka gerð fræg rannsókn sem var á kaffistofu, þar sem var svona samviskubox, þar að segja, það var bara keypt alltaf kaffi og keks og svona, en svo var bara settu verðlisti, þetta kostar, og svo bauku fyrir neðan. Og þeir prófuðu þetta nokkrum sinnum og það skipti ekkert mikið hvernig augun voru, en ef það voru augu, annars vegar eða hins vegar eða kom með það ekki blóm, að það kom 3 sinnum meira í samviskuboxið ef það voru augu heldur en blóm. Og það virtist heldur ekki skipta máli hvort fólk var trúað eða ekki. Það eins og það sé einhvern veginn vírað inn í okkur að við eigum að standa skil á einhverju. Því að hvaða máli skiptir það fyrir einhvern trúleysingja þó að það sé bara mynd á augum. Þetta bara blað. Og eins fyrir okkur sem kannski trúum að það ekki skipt öllu, en bara þessi að við þurfum að hugsa, við þurfum að standa skil, það getur gert svo margt gott í líf okkar. En texti dagsins, hann fjallar líka það hvar við getum séð Guð. Og lærisveinarnir, þegar Jesús segir þessa dæmisögu, þetta eitt af því síðasta sem hann segir, þannig að það undirstrikar svolítið mikilvægi orðana, að þá hann að segja, því að svangur var ég og þér gáfu mér að eta. Sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég, nakin og þér klæddu mig, og þeir bara spyrja, hvenær sáum við þig? Þú varst aldrei svona. Bara mundi ekkert eftir því að það hafði ekki gerst. Heldur sagðan, allt sem þér gerðið einu mínu minnstu bræðra, það hafið þér og gert mér. Og hann gengur mér svo lengi að það sem þið hefði ekki gert það hefði heldur ekki gert mér. Og þetta eru stór orð og mikilvæg, en við skulum átta okkur að þessi orð hafa haft ótrúlega mikil áhrif á líf okkar í dag. Vegna þess að það fólk sem hefur tekið þeim mjög alvarlega og helgað líf sitt að gera líf annarra betra. Móðir Teresa sagði einfaldlega, þegar ég heyrði þessi orð, þá fór ég að horfa öðruvísi á þau sem að standa veikustum fæti í lífinu. Að því ég sá Guð í hverjum einasta fátakling eða einasta barni sem var munaðarlaust sem ég mætti. Það var ekki bara einhver, þarna var Guð. Og hún sagði að hún var með svona, notaði fingurna 5 og bara sagði, you did it to me. Eða það líka 5 orð í íslensku þýðingunni, það hafið þér gert mér. Hún sagði, þetta var bara bænin mín þegar ég fór hvern daginn. Það sem ég geri fyrir fólk í dag það hafið þér gert mér. Og hugsa ykkur hvað þetta getur haft mikil áhrif á
hugarfar okkar ef við löpum inn í hvern dag og reynum að hugsa öll sem ég mæti. Hver einasti einstaklingur sem ég mæti hefur mikið verðmæti. Þar Guð á ferðinni. Það breytir svo mikið hvernig við nálgumst alla sem við hittum. Og Martin Luther King sem hóf þessa miklu og mikilvægu mannréttindabaráttu í Bandaríkjunum, þetta var líka texti sem talaði hvað mest til hans. Að sjá virði í öllum. Og hann fann náttúrulega svolítið hvernig kynþáttahyggjan hélt þeim niðri og hann gat notað þennan texta. En það annað lag í þessum texta sem ég langar líka að minna okkur að þetta tækifæri til þess að við horfum á alla kringum okkur eins og það sé Guð. Þannig að stundum maður að hugsa hvar sé ég eiginlega Guð í vikunni? Og þá það í kærleika og kærleiksverkum, þar Guð að verki. Og muni því kannski eftir því þegar einhver átti augu sem sá ykkur. Augu sem tóku eftir því að þið skiptuð miklu máli. Það einn af uppáhaldstextum mínum í Biblíunni, hann svona, augu þín sáu mig. Af því að við vitum hvað veljan það gefur okkur þegar einhver tekur eftir okkur og veit hvernig okkur líður, gefur gaum að því og sinnir okkur. Það það sem þessi texti að minna okkur á. Og það til nokkur listaverk, mér langar að sýna ykkur hérna aðeins. Þetta fyrir fram að margar kirkjur á Bretlandseyjum og víðar, einhvers konar útgáfa af þessari bronsstyttu hérna. Og hvað sjáum við hérna? Þetta á að vera flækingur eða heimilislaus einstaklingur. En ef við rýnum betur að það kemur hérna undan lakinu eða teppinu, fætur sem eru með krossfestingatákninu. Það sár eins og eftir krossfestinga. Því að þetta ekki bara einhver, þetta til að minna okkur á að sjá Guð líka í þeim sem standa höllustum fæti. Og oft það líka þegar rannsóknir gera, þau sem hafa erfiðustu áfallasögun oft þau sem standa höllustum fæti. Kannski að þau áttu ekki augu nógu mörg í kringum sig þar sem einhverju var sem sá þau. Og við hvött til þess í tvöfalda kærleiksboðinu að elska náungan eins og okkur sjálf. Við bæði að elska okkur sjálf og þegar við gerum það, þá auðveldara að fara og elska fólk í kringum sig. Og þarna eitt líka þegar hann talar í fangelsi var ég og þér vitjuðu mín. Jesus eiginlega bara að segja allstaðar þegar fólki líður hvað verst í lífinu, þá þarf það augu til þess að sjá það. Þá þarf það eyru sem tilbúið að hlusta. En það svo auðvelt að gleyma þessu. Kirkjan ekki heilög þegar það kemur að þessu. Það til alls konar ljóð og einu sinni manni að það voru svona sterkt að það hafði svolítið áhrif á mig. Það sem að vera gagnrýna kirkju og einhver sagði því svangur var ég og því keyptu steindan glugga. Kannski svolítið til í því að það saga kirkjunnar. En auðvitað þarf listin eiga sitt rými líka, en því fleiri sem horfa á hverjum degi á fólki í kringum sig með augum þar sem það sér virði í öllum sem það mætir og líka bara virði í börnunum. Og við lifum á tímum í dag þar sem við kannski of mikið að horfa bara á skjá í staðinn fyrir að horfast í augu. Þar sem við of sjaldan að sjá tækifæri til að tengjast á dýpri hátt. Og mér langar að því að ég nefndi móður Teresu sem hafði svo mikla blessun af þessum texta sem alveg erfiður, að hún sagði þetta: fólk oft ósanngjarnt, óskynsamt og eigingjarnt. Fyrirgefðu því þrátt fyrir það. Og ef þú sýnir öðrum góðvild, þá mun fólk hugsanlega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu samt öðrum góðvild. Njótur velgengni, þá myndu eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu samt að velgengni. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu samt heiðarleg og hreinskilin.
Það sem það tekur mörg ár að byggja upp gæti einhver jafnvel eyðilagt á einum degi. Byggðu samt. Það góða sem þú gerir í dag verður kannski gleymt fyrir fólki á morgun. Gerðu samt gott í dag. Og þótt þú gefir heiminum það besta sem þú átt, þá verður það aldrei nóg. Haltu áfram samt að gefa heiminum það besta sem þú átt. Því sjáðu til, þegar allt kemur til alls, þá er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra þrátt fyrir allt. Og það eru góð orð og eins og hún notaði sem sína bæn, það skulum við líka gera að fara oftar inn í daginn með þessa 5 fingra bæn, hafið þið gert mér. Við skulum nú fá kórinn upp og heyra næsta lag. Fallegt og verðt að hugsa næsta lag sem við ætlum að syngja er eiginlega bæn. Þannig að takið bara þátt í laginu eða söngnum og sem það er uppátt eða í hjarta ykkar, þá skulum við biðja þessa bæn saman. Allt
Bara eitt lítið bros. En þá komið að bænastundinni hjá okkur hérna í Lindakirkju og fyrir ykkur sem hafa ekki komið áður þá hátturinn sá að við getum bara setið í sætin okkar og beðið þeirra bæna sem á okkur hvíla. En það má líka fara og kveikja á bænakerti hérna hægra megin frá ykkur séð og látum við það loga áfram. En það líka hægt að skrifa niður þar bænarefni. Kannski einhver einstaklingur eða málefni sem að þið hafi áhyggjur af eða ykkur í hjartfólkin. Þið viljið leggja fram í bæn, þá þetta að gera það þar og setja í svona rauf og við opnum svo þetta bænabox alltaf á 5. morgnum og þar hópur sem að biður fyrir því sem okkur berst. En einnig líka hægt að bara þakka. Það má nefnilega líka ekki gleyma þakkar bænunum. Ef það eitthvað sem þið viljið vera að þakka fyrir sérstaklega, þá má skrifa það þarna. En meðan að við biðjum þá syngur kórinn fyrir okkur fallegt lag. Til
Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í Lindakirkju í kvöld og leita til þín eftir visku, leiðsögn, huggun og styrk. Og á þessari stundu viljum við sérstaklega biðja fyrir þeim bænarefnum sem hér voru borin fram. Þú þekkir þær áhyggjur sem hér voru nefndar, en líka þær þakkir sem þér voru færðar. Við viljum sérstaklega biðja fyrir öllum þeim sem syrgja og sakna á þessari stundu. Biðjum fyrir þeim sem eru áhyggjufull yfir einhverjum sem eru sjúk og sæta meðferðum. Biðjum fyrir þeim sem föst eru í klóm fíknar af hvaða tagi sem Biðjum fyrir þeim sem hafa áhyggjur af afkomu sinni. Við biðjum líka fyrir þeim sem búa við stríðsástand og leggjum sérstaklega í þínar hendur ástandið í landinu helga. Við biðjum fyrir stríðinu í Úkraínu. Við biðjum fyrir öllum þeim löndum þar sem að ófriður ríkir. Og þökkum þér fyrir að við fáum að búa hér á friðsælu landi. En við biðjum líka á þessari stundu fyrir það sem okkur hjartfólki og viljum nefna fyrir þig, frammi fyrir þér í hljóður í bæn. Svo segjum við saman bænina sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og áður en að við erum send út með hérna drottinlegu blessun, þá eru smá auglýsingar. Það ýmislegt skemmtilegt framvinda núna tengt aðventunni, og á fimmtudaginn í hádeginu þá eldri borgarasamverja og þá ætlum við að telja í aðventuna. Og það eru systur, önnur hérna, Sigrún Hermannsdóttir, hún var að vinka. Hún og systirinnar, Eva Laufey Kjaran, þær ætla að sjá að vera með skemmtilegt prógram og ég held að hún Ágústa ætla að elda eitthvað upp úr uppskriftunum hennar Evu Laufeyjar. Þannig að þetta verður góð stund. Síðan það næsta sunnudag, þá ekki messa klukkan 20 kvöldið. Það vegna þess að við erum með aðventuhátíðin okkar stóru klukkan 5, en fyrst klukkan 11 þá kirkjubrall, þar sem að sunnudagaskólinn með ýmist skemmtilegt og svona stöðvum og verður kveikt á fyrsta aðventukerfundinu. Svo þessi aðventuhátíð þar sem koma fram kórinn okkar, barnakórinn, úlingagospelkórinn, Væp verða einna, Diljá, Regína og Svenni og Alex Óli. Og Alex Óli sem líka fara að syngja á tónleikum, og svo það Heiðrún og Jana og þeirra band. Ég held ég sé ekki að gleyma neinum. Þetta verður alltaf ótrúlega skemmtilegt. Það eru ekki margir miðar eftir. Ég held að sé bara alveg að, það ennþá hægt að kaupa nokkra miða, en það kostar 2.900 og frá 5 og þetta verður ekki búið svona rétt fyrir 7. Þetta verður mikið prógram. Síðan eru helgin eftir það, þá kór Lindakirkju með tónleika og þeir eru með eina tónleika klukkan 8, en þeir fylltust og það nokkri meðar lausa klukkan 5, ekki? Ég held að sé bara eftir 30 meðar eitthvað, ég veit ekki. Já. Eitthvað svoleiðis. Þannig að þið getið fengið meðan ekki þið. Þið eru búin að kaupa. Já, það ekki, nei, En á miðix.is. Miðix.is, akkurat, og allt hægt að sjá þetta á lindakirkja.is líka og þá gaman. Alex Óli sem nú í 12 ára bekkinni í Lindaskóla, hann að fara að hafa sína tónleika og þeir eru að verða líka fullir, enda fekk hann svo góða kynningu og það rennur allt til hjálparstarfsins á aðventutónleikunum og hjá honum það í minningasjóð Bryndísar Klöru. Gott að munna eftir þeim sem minna mega sín. En eitthvað fleira sem við þurfum auglýsa í bili? Jú, eitt ætla að segja, að því að hefur verið svo mikið ungu fólk hjá okkur,
Það hefur sumt hvert verið að spyrja alfanámskeiðin og hvert það væri hægt að hafa alfanámskeið fyrir ungt fólk. Og þá erum við að tala svona 15 eða þeir sem eru að byrja í menntaskóla eða í lok grunnskóla og til tvítugs og það er búið að ákveða að hafa slíkt námskeið fljótlega í janúar. Þannig að endilega takið þátt í því. Það verður gaman að þá getur bara ungt fólk komið saman og fengið þessa frábæri fræðslu sem alfanámskeiðin eru. En, ég er búin að tala, þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa á sætum til að meðtaka hennar drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að enda með einu hressulagi með hún Gísla í Fararbróti. Besta málari á Íslandi. Það er ekki Gísli. Málarinn reynir að syngja. Við byggjum Blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hvítur. Herra, drottni sé heiður og dýr. Ég sagði byggjum Blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hvítur. Herra, drottni sé heiður og dýr. Við undraverk þín öll, við lofum þig. Því þinn er heiður og dýrðinum meiri. Og við í lausn og betra líf, ég lofa þig. Við lofum þig. Því engin steinn kemur í minn stað, Ekki hrópa, við syngjum við öll í kór. Við byggjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hillur. Herra, drottni sé heiður og dýr. Ég sagði byggjum Blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hillur. Herra, drottni sé heiður og dýr. og fyrir undraverk þín öll, við lofum þig. Því þinn er heiður og dýrðinum meiri. Og við í lausn og betra líf, ég lofa þig. Við lofum þig. Því engin steinn kemur í minn stað, Ekki hrópa, við syngjum við öll í kór. Óskar Einarsson gerir svo vel. Og fyrir undraverk þín öll, við lofum þig. þinn er heiður og dýrðinum meiri. Og fyrir lausn og betra líf, ég lofa þig. Við lofum þig. Því engin steinn kemur í minn stað, Ekki hrópa, við syngjum við öll í kór. Við byggjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hillur. Herra, drottni sé heiður og dýr. ég sagði byggjum Blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottni dýrar hillur. Herra, hillur, herra, hillur, herra, drottni sé heiður og dýr. Drottni sé heiður og dýr. Förum í friði og þjónum drottni með gleði.